Góðan daginn og velkomin í þátt númer 90 hér á YouTube-brásunum minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er 27. apríll, mánudagur og það er bara, ég held að ég hefði ekkert til þess að tala en svo fór ég að skrifa niður og ég hef frá ýmsu að segja. Í rauninni er þessi þáttur númer 89, ég ruglaðist eitthvað staðar hann í flutningunum en það er svo mikið vesen að breyta því inn á YouTube þannig að þetta er bara þáttur númer 90. Styttist í 100, það verður sennilega ekkert hjá með þessu ári. Kræst. En í dag er það klárverk í vinnslu, hvað er á döfinni og hvað er þetta pókan og allt þetta hefðbundna. Nú í dag er ég soldotna peysunum minni úr DK-garninu frá henni Kristínu í Vatnsnes. Loksins komið veður til þess að gangi í því. Og hérna er ég svo með fallegt hálsmenn eftir hana Söndru Granqvist. Sandra G. Design. Ég sýna ykkur þetta bara meðal, ekki það sem hún skrifaði mér. Og ég er nokkuð viss að það sé rétt muna hjá mér að þetta er selt meðal annars í litlu hönnunarbúðinni í Hafnarfirði. Alls konar svona steinamenn og arbönd og bara óbúslega fallegt. Og þetta er svona glæri steinar. Og gengur þetta bara hreinlega með öllu. Allt fyllt af móheyri. Ég var með þetta við Whitmore peysuna mína fyrstu dagana. Og já, ég meina okkur ekki að punta sig. Maður veit hvort það er ekkert hvað dagur er og það er bara allt í rugli út af, þið veitir hverju. Þannig að það getur alveg verið bara föstaskvöld og ég á leiðin út á lífið. Nú, já, ég held að sé bara ekkert eftir neina að bíða en að vinda sér í klárin. Og fyrst er það lykkja fyrir lykkjuverkefnið sem að er verið að það sem að við erum að prjóna sokka fyrir kraft. Ég vil bara lesa hvað stendur hér á blaði sem ég fékk frá þeim með garninu. Í tilefni af 50 ára afmæli Krabbameinsfélags Borgarfjarðar viljum við láta gott af okkur leiða og gefa handprjónaða hlýju. Þú getur hjálpað til og prjónað ullasokka fyrir unga einstaklinga sem greinast með krabbamein en á hverju ári greinast 70 ungir einstaklinga með krabbamein. Sokkarnir fara í gjafapoka sem Kraftur gefur öllum þeim sem greinast með krabbamein á aldrinum 18 til 40 ára. Gjafapokan fær fólk afhentan á krabbameinsdeildum þegar það mætir í meðferð eða í fræðsluviðtal til hjúkrunarfræðings. Og svo aftan á þessu blaði er uppskriftin og það er notaður spuni og ég skráði mig, ég man ekki hreinlega hvar ég sá þetta og hvar ég skráði mig, hvort það var bara inn á einhverju Facebook síðu eða á Instagram, ég bara man það ekki, ég er búin að reyna að rifja það upp en ég man bara, ég fyllt út eitthvað blað og eða svona form og síðan, þú veist, gaf ég kost á að láta senda mig garnið af því ég átti ekki kost á að skjótast eftir því og þannig að ég fekk sendt garn sem dugir í eitt par og svo sendi ég þetta, fer ég með þetta í póst og eftir og sendi sokkana ásamt ágangnum af garninu og þetta eru sokkarnir. Þetta er mjög einfalt, þetta er bara ákveðið munstur í strófinu og síðan er það engin hæll og svo bara stjörnuúrtaka í tánum og maður er beðinn að ganga vel frá þannig að sé hægt að bretta niður strófinu og þau sjá sjálfum að þvo sokkana þannig að þetta fer bara svona til þeirra ásamt ágangnum af spunanum þannig að sé hægt að fullnýta bara garnið og mann er auðvitað gefinn kostur á að gera meira og ég geti alveg gert annað par og keypt bara meiri spuna og
og gert það, en ég ætla að láta þetta duga í bili og þetta er spuni frá Eastex og þannig að þetta bara er að fara í póst á eftir og þetta fyrir Borgarnes þar sem þessu verður svo dreift áfram og með sendingunum kom þetta tímarit frá Krafti og það eru fullt af ótrúlega flottum sögum og bara afleiðingar krabbameins meðferðar og bara það er bara að tala við fullt af fólki. Það tala við dætur hennar Arndísar sem að bjó á Akranesi og lést fyrir ekki svo löngu, en hún tæklaði sitt krabbamein með ótrúlega jákvæðu hugafari og bara hrikalega flott kona og það er viðtal við eina dóttur hennar meðal annars í þessu blaði. Þetta er ekki eitthvað svona sem maður lesi einni beit, þetta er svona tekur pínu í, þannig að maður svona kíkir bara á eitt og eitt viðtal. En já, þannig að nú bara pakka ég þessu inn í umslag og sendi þetta ásamt nokkrum töskum sem er að fara á nýheimili. Nú, næsta klár er fyrsta verkefnið fyrir tvíbura A. Nú er það fjörbyrjað og það er uglupóki. Fyrsti uglupókin og þetta er nú bara eins og þeir sem hafa gert þetta enga stund gert. Ég nota Big Merino frá Drops, þá þarf ég ekki að vera með tvöfaldan þráð í þessu. Það fara tæplega 3 dokkur í þetta hjá mér og ég er með þetta á 5 mm prjónastærð og ég sík hann alltaf pínu 1-2 cm. Þessu tilfelli held bara 1 af því að ég geri ekki ráð fyrir að þetta væri einhverjar himnalengjur þessi elskur og og svo náttúrulega tóknar alltaf á Merinónu vel í þvotti. Þannig að fyrst er tilbúin og það var litur 08 sem er svona lavender sprengdur og og ég byrjuð á Póka B sem að ég nota lit númer 02 en náttúrulega er verk í vinnslu, þannig að það er eitt svona póki tilbúinn og allt þetta sem ég er að fara að gera núna á tvíburana er allt úr Merino frá Drops, þannig að ég ætla að þvo þetta svo bara allt saman þegar þetta er allt tilbúið og gera þetta svona fínt og fallegt. Ég kláraði eitt verkefni sem ég get ekki sýnt ykkur sem er leyniprjóns eða samprjónssjalið hann Steven sem kemur út seinni í sumar og ég setja bara inn á Ravelry og Instagram þegar að ég má það og örugglega skelli þá inn mynd hér í viðeigandi podcast þegar að því kemur. Þannig og síðan kláraði ég loksins Trianglegram Steven West kláraði ég þetta að ganga inn frá endum og svona, ég bara keypti þessu af mottunni og skellt svinga inn, þá var húsfundur hjá okkur og ég gæti ekki verið að láta fólk labba yfir prjónna en þetta er þess Trianglegram og ég kaus að vera bara með 4 liti í því og leiðum á búin með að gera nokkru sinnum endurtekninguna á þessu þá þurfti ég ekkert að líta meira á uppskriftina. Þetta er náttúrulega geggjaður svona stassbuster þess að nota afgangana í og það er náttúrulega stórt og ég gerði minni stærðina, það er samt hrikalega stórt. Ég notaði 4 mm prjóna örugglega. Ég er að hugsa að fara niður í næst þegar ég gerir svona garðaprjóns að vera með 3,5 eða 3,75 og allir litirnir nema þessi þetta er Hedgehog Fibers, hinni 3 eru allir Hex Dyeworks. Ég ætla að opna Ravelry og segja ykkur hvað er. Og málið
af hverju ég ekki búin að ganga frá hér að ég að spá í að gera svona tassels. Svona láta hanga úr öllum, á öllum hornunum. Hvað heitir þetta? Þið veitir hvað ég meina. Og náttúrulega klippa svo alla spottana hérna. En ég notaði V-Win Steven aðferðina til þess að fela endana. Þegar að af því annars hefði þetta verið bara brjálæðislega mikið. Sofna svo bara, hérna. Við getum tölvugreið. Trianglegram. Hérna það. Ég notaði þess að Hedgehog Fibers sokk, þar liturinn Sorbet og svo það ljúfan frá Hexex, Ambátt og Bestia. Og já, bara ógeðslega ánægð með þetta. Þetta verið gjöf og ég ætla ekki að segja fyrir hvern, en það að því að ég held að viðkomandi horfi stundum á þetta. Þannig að en já, þetta verður gefið í sumar eitthvað tíman. Þannig að ég ógeðslega ánægð með þetta og mæli alveg bara eindregið með þessu. Þetta mjög einfalt og þægilegt og svona þegar maður komin upp á lagi með þetta og átt að sjá hvernig þetta virkaði, þá þetta bara easy peasy. Nú svo fékk ég mér milli jól og nýjárs, þá fór ég á svona prjónahitting með Lindu og Stífin í litlu í Gabbúðettu, afsakið. Og þar var eitthvað gatna garga á mig hjá Nettu. Það var Goosey Fiber Socks og liturinn þar heitir Camp Nowhere. Og síðan notaði ég Hip Knit Shop Hip Mohair Just Peachy saman. Og þetta í rauninni bara buff. Og bara hugsað í tók ég að gera sem fína maður. Þetta bara stundum, sérstaklega þegar maður í fjallinu eða að veiða eða eitthvað, þá vantar eitthvað svona ekstra á þess að sé og fyrirferðarmikið eins og sjölinn geta verið, ekstra hlýtt yfir eyrun, rækta þetta tvöfalt og allavega, þetta nú kannski ekki alveg eins meðferðilegt og venjulegt buff, en það var það ekki það sem ég sækist eftir. Og ég bara, þetta gerist ekki helgulegra. Þessi litur. Þannig að þetta, ég kallaði þetta fyrst bara sockhead kál hjá mér, eins og sockhead hatt. En í rauninni þetta ekki einu sinni það. Ég held ég hafi bara fitjað upp á reyndar töluna sem ég gefin upp í það, plús eitthvað smá viðbót og svo bara bullaði ég. Þannig að þetta bara, þú veist, 2 strófa neðan, prjóna alveg, slatta, slétt bara og svo endað nákvæmlega eins. Þannig að það var ekkert flókið og það fór í þetta næstu í heil hespa. Ég skildi eftir pínu afgang til þess að eiga í þú veist, í svona, alltaf gaman að eiga smá eftir. Já, þá bara upptalið það sem ég kláraði. Það var leyniprjónsjali, trianglegram, buff, krabbameinssokkarnir og uglupoki. Og það sem í vinnslu annar uglupoki. Bara rétt byrja að gera eyrun á uglunni, svo að fara í augun núna næst. En þetta tekur daginn ef maður ekkert að stúsa í ykkur öðru.
Nú og svo ég með 7 teppi í vinnslu og ég hugsaði ef að þetta á ekkert að ganga upp þá verði ég bara að gera eitthvað plan. Og planið þannig að hvert teppi á núna 1 dag í viku þar sem að ég vinn eitthvað í því, hvort sem það eru, þú veist, 1 umferð eða 10 umferðir eða hvað sem að þá á hvert dag hvert teppi sinn dag. Og svo ef eitt teppi klárast og þá bara styttist rúllan það og ég held bara áfram að vinna þau frá mér og og í dag bugðu teppið sem ég að gera fyrir mömmu mína. Bugða ömmuhekk heitir það og ég náði á síðasta mánudag að gera 2 umferðir. Ég var og náði að gera 2. Og þetta bara úr einföldum plötulópa sem að ég tók úr fórum mömmu og bara að leika mig með þá liti sem að hún átti þar. Og þetta bara í fullkarfi af alls konar. Og þetta bara svona eins og, ágætisleið bara, ég veit að núna þegar ég fyrir að vinna svo vídeo eftir þá frábært tækifæri til þess að vinna í þessu. Þannig að þetta verður bara áfram við hliðina á mér. Ég man svo ekkert í hvað röð ég geri þetta. Ég sýni ykkur bara það sem hendi næst. Síðan næst teppi sem átti að verða í afmælisgjöf fyrir Hilmi. Hann fær það bara, The Burrow Blanket eftir K.F. Jones, en hann fær það bara þegar það tilbúið. Ég nefnilega datt á hausinn og keypti íbúð og fór að flytja og allar tímaáætlanir röskuðust. Og ég náði nú greinilega að prjóna ykkur, við vorum að horfa ykkur þætti. Þannig að ég náði að gera eitthvað slatta kvöldi sem ég vann í því. Færi við það merki. Og ég nota 3-falt fabel í þetta. Þetta fínt til þess að eyða því upp. Ég átti mikið af því og það blátt og bleikt. Það ég held að bleikabandi sé alltaf í gegn og svo 2 tegundir af bláum og síðan 3. þráðurinn alltaf einhver sprengdur fabel í þessari svona litafjölskyldu. Þannig að það þessi panel sem að gengur eftir niður á við, síðan teknar upp lykkjur og prjóna aðeins stykki út. Þannig að það ættir að verða aðeins breiðara. Þetta svolítið þungt sem ég held að sé svolítið gott fyrir svona kríli sem á milljón alla nóttina að hafa pínu þyngingu, þá þau ekki eins. Ég meina það bara búið að sýna sig og svona þungar sangur og þess að það gera bara ótrúlega mikið gagn. En þetta sem sagt The Burrow Blanket eftir K.F. Jones og ég að nota 6 mm prjóna. Og kannski ég segi ykkur hvað ég var að nota í ömmu bugðu. Þar ég með 4,5 heklunál. Í fyrra dag þá var ég að gera vinna í Northeasterly og það var svo skondið að ég hafði akkurat fengið deginum undan fyrirspurn frá einni sem að langa svo að byrja á þessu. En það svona eitthvað efins að því að hann sko auðvitað þyngist. Það alveg sama hvaða teppi maður að hekla að prjóna sem stækkar jafnóðum, ekki í svona einhverjum ferningum eða eitthvað sem maður hekla eftir á, auðvitað þyngist það. Og ég var ekki búin að taka lengi á því þegar ég var að hvetja hana áfram í að prófa þetta, en hún var að spá hvort það væri hægt að gera bara renningarna staka og hekla saman eða prjóna saman eftir og auðvitað það örugglega hægt. En eins og núna þegar ég að prjóna í því, þá ég ekkert að lyfta því, ég sný bara hverju lengju. Hún bara að snúast svona. Það er náttúrulega pínu maus fyrst þegar maður að byrja á nýrri lengju. En þegar þetta komið svona hærra upp að þá þetta ekkert mál og þá þyngdin í teppinu sjálfu ekkert að
bögga mann. Og já, ég sem sagt var að byrja á þessum órans og gerði þetta á þennan dag sem ég var að vinna í þessu. Ég er samt alveg komið pínu leið á því, en af því ég er meira en hálfnuð, og þá ætla ég að klára. Ég bara komin, held ég aðalega með pínu leið á því, af því að ég er að gera bara önnur sem að heilla mig meira í augnablikinu, svo getur vel verið að það breytist. Northeasterly síðan, From Grandma with Love, sem að ég er búin að sýna ykkur milljón sinnum og er ekki með, ég er nefnilega að byrja á nýjum lit, loksins. Og það sem að kom í veg fyrir að ég hélt áfram með þetta tíma var einfaldlega það að ég þurfti að rekja upp affellinguna á einni dúllunni og gera henni upp nýtt af því að það er gert eitthvað allt aðra en á að gera. Og það eiginlega gengur ekki þegar maður á svo eftir að sauma þetta allt saman. En þannig að næsti litur er svona grár bara. Og ég er að gera, man ekki hvort það eru 5 eða 6 dúllur sem ég er að ná úr 100 grömmunum. Og þetta er, finnst ullagat sem ég keypti á sænsku samvirkjubúi og þetta er allt jurtalita, það sem er litað. Og ég er með, ég átti 6 hespur af því, allt í mismunandi litum og ég er alveg búin með 3 hespur. Og á þá 3 eftir og er þá faktist hálfnuð með dúllurnar, ekki nema að ég bæti, ef mér finnst það ekki vera ná stórt þannig, þá ætla ég að búa til líka dúllur úr hvíta fabelinu. Svo ekki þetta, ég var að stoppa ykkur að koma óvænt símtal inn í stuðið, en já, sem sagt ef mér vantar fleiri ömmudúllur þá ætla ég bara að gera það úr flóra sem ég er að nota til þess að gera kantinn og affellinguna og mun svo nota til þess að festa saman dúllurnar. Þannig er það. Síðan er það Neat Ripple sem að er eiginlega bara, mér er eiginlega að fara að kvíða fyrir því ég á svo lítið eftir að gatni í það, en þá bara vindi upp nýtt af því ég veit að þetta er greinilega ekki nóg, þessar 7 hespur sem ég var búin að búa til úr afgöngum. Ekki til þess að hafa þetta svona almennilega stærð. Og það er prjónað á 3,5 mm hekluna. Já, heklað með 3,5 mm heklunál og Grandma with Love er á 3,5 mm prjón. En þetta bara er, kannski virkar ekkert eins og ég hef gert eitthvað mikið, en ég gerði samt 1, 2, 3, 4, 5 á deginum sem að ég mátti vinna í því. Þannig að þá færum við. Og þetta er bara svona verður cozy teppi. Það verður bara svona í stofunni hjá mér. Og það þægilega við hekli er að maður getur svo sem alveg byrja að nota það strax þó maður er ekki meira gatni í það af því að þú veist, þetta er bara ein lykkja. Og það er í svona stóri, ég gerði mér einu svona stóra tösku í stóru tösku framleiðslunni sem ég gerði núna síðast. Síðan er það veðurteppið. Ég var svo heppin að ég var nefnilega, bara fann ekki fyrir mitt litla líf upplýsingar þá daga sem að vantaði alveg hellingadögum hjá mér í kringum flutningana og ég held ég geti, að ég hafði getað fundið þetta inn á veður.is, en það er eitthvað fítur sem er dottin út, þannig að ég hafði bara samband til starfsmenn þar sem reddaði mér hitatölunum, þannig að ég er alveg up to date og ég var að klára febrúar og er nýbyrjuð á mars. Og þetta er, ég var á Zoom-hittingi með Tjarnadísum í gær og var að vinna í þessu meðan og það flög áfram. Og þessi lilla, hann er ríkjandi, það er í kringum frostmarkið. Og þetta er
teppi fyrir litlu skvísuna mína, hana Hrafntinu, þegar að því kemur. En ég hugsa ég klára ekki árið, þetta verður allt stórt til þess. Og já, þetta bara akrílgarn baby eitthvað 4ply frá King Cole. Rosa mjúkt og fínt og bara þetta eitthvað sem hún mun alveg geta hnoðast með og ekkert mála þvo og svo leis. Þannig að pæli því þegar maður að gera fyrir krílinn. Nú, síðan það síðast en alls ekki síst og ég búin að vera svo sjúklega spenntir og svo að fetja upp á þetta. En það Starflanket eftir Stephen West og þetta verður COVID teppið mitt. Þetta verður svona til minningar byrjun á þessu ári. Aftur stopp. Það ekkert víst að þetta klikki. Jæja. Nú eru skakkar. Það nefnilega lítið kríli að fara að fæðast í fjölskylduna. Aðeins fyrir að stúsa í kringu það. En já. Þetta verður svo teppið svona sem að verður pínu crazy eins og þetta ástand sem við erum búin að vera í. Við erum búin að gera 5 af 8 sem eiga að vera hérna í miðjunni. Og ég að nota bara allt DK gat sem ég á og líka upp í worsted grófleikann en þetta fyrst og fremst DK og ég tíndi saman hérna þessi sem ég var alveg harða ákveðin í að hafa í miðjunni. Þessi 8 liti og það eru systrabönd, Vatnsnes og Vestúl sem að verður í miðjunni og hérna svona hrikalega sætt prjónamerki sem að koma í pakkanum frá henni Söndru hérna Design Sandra G kom 3 svona sjúklega sætt merki og síðan bara fullu bóki hérna af alls konar. Þannig að ég ekkert að fara að nota allt þetta gatn í teppið en helling gaf því örugglega. Og þetta gerði ég sérst á deginum sem ég mátti vinna í því og augljóslega vann ég ekki í neinu öðru. Ég vann bara í teppinu og ég má það alveg sko. Og og það það sem að, þú veist, það bara málið að ég vinni eitthvað í teppinu á þeim degi sem það á og vá, nú að koma sól, þannig að ég að vera mjög yfirlýst. Og ég má líka alveg vinna í þeim aðra daga og svo framalega sem ég vinn í teppi dagsins á deginum, viðkomandi degi. Eða þið skiljið mig eða ekki. En svo á döfinni þá, ég ætla að leggja til hliðar núna, ég með 2 peysur og 1 sjal. Og ég ætla að leggja þau bara til hliðar og einbeita mér að barnaprjóni með teppunum og þannig bara þegar maður er að fara að prjóna fyrir 2 þá tekur það bara aðeins meiri tíma og ég ætla að gera maður sjá henni bókin, betra að sýna það. Ég er að fara að gera, skal ég segja ykkur heimferðasett peysuna úr ljúlingum sem að ég hef gert nokkur sinnum og gert meðal annars á hann Erni sem að vera stóru bróði tvíburana og hann bara var í henni frá degi 1 og bara þangað til hann var 9 mánuði eða eitthvað og bara óks með honum einhvern veginn. Þannig að ég ætla að gera 2 svona peysur og 2 húfur úr annars þetta verður svona og hitt svona. Við veitum ekkert kynið eða neitt og bara ákvæðum að vera bara svolítið bara að velja svona fallega liti sem ganga með öllu. Og ég ætla að prjóna þetta á aðeins smærri prjónum en ég gerði hann af því að það er alveg náttúrulega gert ráð fyrir að það verði lítil. Síðan verður þetta heimferðasettið, gleymir ei. Svona þetta verður í 0 til 3 mánaða og ekkert eitthvað verið að minnka það og það er meira en á extra fæn í því og ég bara bíða eftir nýri droppsendingunni búið til þess að fá réttu litina. Og já, 0 til 3 mánaða og það verður þá bara passar þegar það passar. Af því þau eru svo sem ekkert að fara mikið út náttúrulega, eða þú veist, já,
við veitum ekki hvernig það verður þegar þessu kemur. Þannig að þess vegna ég að fara að þvo þetta allt bara saman, þetta tilbúið, af því að þetta allt úr þessu Merinoi frá Drops. Síðan ætla ég að gera hérna, svona djöfla húu, eða þið vitið, ungbarna húurnar úr hérna Baby Alpaka silki. Ég ætla að reyna að gera það eins litlar og ég get. Ég fer bara niður prjónastærð til þess. Og svo eitthvað stær var ég með uppskrift af hósum líka. Sem ég ætla að gera. Ég veit að gott að fá svona hósur á dásunar. Og síðan ætla ég að gera 3 peysur á hinn stóru 3, en fór að, eins og ég segi, þessir flutningar, þeir tók alveg 6 vikna prjónaskamt af mér. Þannig að ég var löngu búin að kaupa gat í sumarpeysur á þau öll. Þannig að ég ætla að henda mér í það líka. Þannig að þetta verður mjög mikið svona ríkjandi af barnaprjóni. Þegar hérna teppum og barnaprjóni. Hvað þess? Já, það er peysa þarna. Já, sem komin í pásu. Þannig að svo ég svona veltaði fyrir mig hvernig ég tækla næstu helgi gagnvart teppunum, af því að fyrst ég kemst ekki til Spánar, þá fer ég bara út á land og að fara á hótel í 2 nætur, brjálæðislega góð tilboð á Hótel Kea. Þannig að ég ákvað bara aðeins að breytum umhverfi og fara þangað og labba Akureyri í staðinn fyrir að labba Akranes. Og þá ætla ég ekki að vera druslast með hérna, teppin með mér, þannig að það verður bara að hafa sig. Ég vinn það upp bara, get unnið það náttúrulega eins upp áður en ég fer og svo eftir ég kem heim. Verð svo bara með eitthvað svona létt verkefni. Ég hérna í staðinn fyrir að vera með sokka út í bíla, þegar ég nenni ekki að fara að byrja á einhverjum sokkum fyrst að sokkaprjónavélinni lögð af stað til mín. Að þá ég að gera bara bómullatuskur í bílnum núna. Og það kemur náttúrulega með mér norður. Og svo örugglega einhver af þessum hérna, peysum sem ég ætla að prjóna á krakkana. Því að þær verða ekkert eitthvað, það verður ekkert brjálæðislega flókin eitt á þeim. Það verður eitthvað sem verður ekkert mála að prjóna með maður situr í bíl eða situr upp á hótelherbergi eða whatever. Og hérna hvað eitthvað spennandi að gerast inn út á plani, maður er fullt af bílum að hægja á sér og kíkja henni inn á planið við næsta hús. Já, herðu, hvað datt í pokann? Ekki að hlæja með ykkur, ég bara gleyma því. Herðu, og þetta datt í pokann með hérna, þessu og prjónumerkjunum. Hespa blómvöndur af Vatnsnes. Helgulitum, bara. Þetta er Goldie. Þetta sætti heitir Lover og þetta er á Goldie grunnum, þannig að það er svona gylt í þessu Stellina. Það er 75% merino, 20% nylon og 5% Stellina. Og svo er líka Perfect Sock, það er ekki með Stellina í, það er 80% merino og 20% nylon. Það er nokkra þannig, það er svo já, 3 með gull Stellina og 5 með bara venjulegar, ógeðslega fallegar. Og hún er að gera alveg sjúklega liti núna, hún hérna, Kristín, hún er alveg fer með mig, konan. Síðan kíkti ég aðeins suður í síðustu viku, þurfti aðeins að skjótast og stússa og hérna komið í lillprjónabúðinni, af því þar er komnir nýjir litir í Opal og ég fekk mér 3 í prjónavélinna. Það er hérna Color in Love, heitir þessi, mynd af sokknum minna aftan á. Fresh Frowned, myndin hérna. Mjög sætir að framann og
Invariation heitir þessi. Þannig að þessir komu með mér heim. Það verður eitthvað þegar þessi græja kemur. Og það er nú meðal annars ástæðan fyrir að ég er að fara að draga úr töskusömnum bara því að eins og ég talaði síðast það tekur allt pláss. Og já, þetta er bara orðið fínt af töskum. En það er alveg samt hellingu til inn á Facebook síðunni verkefni Töskur Helgu í 2 albúmum. Annað heitir Afsláttaralbúmið og hitt heitir Nýtt 2020, eitthvað svoleiðis. Og það er náttúrulega alltaf frítt póstbréfagjaldið og svoleiðis, þannig að já, kíkja á það ef eitthvað vantar bóka eða tækifærisgjafir eða eitthvað slíkt. Þá held ég að þetta sé bara komið í bili. Sett mér pínu úr lagi þessa símtöl. Herðu, ég glemdi einu sjali. Ég gerði sýnishorn fyrir Steven sem heitir, af því að það er farið, þá var það bara farið úr hausnum á mig líka. Saman sjalið, þetta er Steven West. Ég reyna að skella mynd á því eitthvað starf. Ég held ég hafa örugglega ekki myndað því áður en ég skilaði því. Þannig að, já, Saman, skrifa það hérna. Var ég búin að sýna ykkur? Nei, það var ekki klár síðast. Þannig að ég reyna að smella því eitthvað starf á viðeigandi staðinn. Það var ógeðslega fallegt. Mjög litríkt og gaman að sjá hvernig móherið gló frá Westwool, hvaða áhrif það hefur á hina litina á móti þegar það leggst yfir aðra liti sem móherið, það breytir svo ógeðslega miklu og maður sá það svo vel í sjálfinu. Þannig að ég vona að ég ná að smella í henni svo ég geti séð það. En ég er alveg að blindast af sólinni sem er að fara að skríða fyrir hornið. Þannig að ég ætla bara að þakka fyrir í bili. Gaman að hitta ykkur. Ég er farin að dauðsakna fólks og en þetta er allt að hafast hjá okkur og ég bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og við sjáumst að sirka 2 vikum liðnum. Takk fyrir og bless bless.